Komiði sælir, góðir áhorfendur og verið velkomin með okkur norður yfir heiðar í Káa heimilið þar sem að hefjast sannkallaður stórleikur á Íslandsmótinu eða Mísúnódeild karla í Blaki þar sem bikarmeistarar Káa taka á móti Íslandsmeisturum HK og ég held við megum búast við hörku leik hér í kvöld. Þetta, eins og ég segi, stórleikur sannkallaður. Íslandsmeistarar á móti bikarmeisturunum og þessi lið mættust einmitt í bikarúrslitunum líka og þar voru það KM sem höfðu betur 3-1 og en HK-menn HK-ingar urðu Íslandsmeistarar og reynda bæði í karla- og kvennaflokki en hér eru liðin kynntin og sömuleiðis dómararnir. Nú við byrjum á KM-mönnum og þar númer 2 Vigfús Jónbergsson, númer 6 Ingvar Guðbergsson, 3 Marteinn Möller, 15 Alexander Arnar Þórisson, númer 8 Benedikt Rúnar Valtísson, 9 Sævar Karl Randversson, númer 11 Filip Pavel Sevcik sem reyndar líka þjálfari. Sjáum hann hér mitt og síðan það númer 12 Guðbergur Egill Eyjólfsson, 13 Kristján Dimitrov, 14 Ævar Freyr Birgisson, 4 Vilhjálmur Helgi Oddsson og númer 16 Valþór Ingi Karlsson. En eins og ég sagði áðan Filip Sevcik þjálfari Káa en aðstoðarþjálfari Kristinn Björn Haraldsson. Og eitthvað í vandræðum með hljóðkerfið þarna heyrist mér í Káa heimilinu en þetta að komast í gang. Nú hjá HK það númer 2 Fannar Gretarsson, númer 3 fyrirliðinn Lúðvík Már Matthíasson sem nú einmitt klappað fyrir þarna. Númer 5 Stefán Gunnar Þorsteinsson, númer 6 Máni Matthíasson, 8 Magnús Ingvi Kristjánsson, 9 Andreas Hilmir Halldórsson, númer 10 Felix Þór Gíslason, 12 Andrea Carnaroli, númer 13 Ólafur Arason, 14 Kári Hlinsson, 15 Ágúst Máni Hafþórsson, 11 Bergur Einar Dagbjörnsson og 20 Arnar Birkir Björnsson. En þjálfari HK Elsa Sæný Valgeirsdóttir sem þjálfaði mitt bæði karla og kvennalið HK til Íslandsmeistaratitils í vor en hefur nú alfarið snúið sér að þjálfun karlaliðsins og ég held að við fáum hörkuleik hér í kvöld. Það eru reynda 2 leikir á dagskráni í kvöld. Það Afturelding tekur á móti Þrótti eða Þrótti Fylki. Það Reykjavíkur Þróttur Fylkir sem sækir Aftureldingu heim og þar staðan 1-1 í hörkuleik. Þróttur vann fyrstur hinna 25-22 en Afturelding tók hinn nummer 2 28-26 upphækkun þar. Hörkuleikur upp í Mosó en hér það sem sé Káa HK og dómarar aðaldómari Gunnar Garðarsson og síðan það Marinó Þorsteinsson sem aðstoðardómari. Gunnar sannreynir allt sér í lagi hérna í súluna og prílar síðan upp í stólinn. Þeir eru svona í róleitum að kynna liðið hana en þessi leikur í 3. umferð Mísúnódeildarinnar. Í fyrstu umferð vann HK Aftureldingu 3-1 og síðan Þróttnes 3-0
á útivelli í annari umferð. Nú Káa og leik Þróttar, Káa og Þróttarnes var frestað í fyrstu umferð, en Káa vann síðan Reykjavík og Þrótt á útivelli 3-0 í annari umferð. Og eins og ég segi þessi leikur síðan í þriðju umferð og HK í efsta sæti deildarinnar með 12 stig. Nei, Stjarnan efst reyndar og Stjarnan búin að spila 4 leiki og með 12 stig, en HK og Káa í öðru og þriðja sæti og en Stjarnan búin að vinna alla 4 leikina sína og þá allt til reiðu. Og það að sjálfsögðu Káa sem í gulum og bláum búningum og HK í sínum hvítu treyjum og rauðu buxum og það HK sem sýnist á uppstillingunni sem að HK ætli að byrja með uppgjöfuna. Það rétt. Og það Ágúst Máni Hafþórsson sýnist mér sem byrjar að gefa upp fyrir HK. Og Káamenn svara með glæsilegu uppspili á miðjuna og Marteinn Möller setur hennar niður. Þokkalega hávaxinn drengurinn. 1-0 og heppni þarna hjá Káamönnum og Marteinn afturmættur upp við netið 2-0. Þetta var nú grís. Ævar Freyr Birgisson með uppgjöfuna í netið og svo slefaði boltinn yfir. Og býðum nú hvaða reikistefna þarna hjá þeim. Á ritaraborðinu. Staðan 2-0. Já, ég veit ekki hvað í gangi þarna hjá þeim. Reyna að halda sér heitum. Jæja. 2-0 fyrir Káa og Ævar Freyr með uppgjöf og þessi beint í netið 2-1. Já. Og þá það Andreas Hilmir Halldórsson sem gefur upp
og hann sleikir hérna netbrúnina og það er 2-2. Búið að dæma hérna línu á KM-menn og Magnús Yngvi Andrés Hilmi segja aftur með uppgjöfina. Já, fín móttaka og flott vörn og þetta gengur ekki upp hjá Felix Þór Gíslasyni. 3-2 fyrir Káa. Og þá er það Marsteinn Möller. Þarna kom skellurinn hjá Felix Þór. Jafnar í 3-3. Við sjáum að bæði liðinu með leysingina sína inn á. Já, HK er það Arnar Birkir Björnsson. Þessi er beint í netið. 4-3. Og þá er það Kristján Dimitrov. Hörku uppgjöf og erfið móttaka hjá HK-ingum, en þetta var misheppnað miðjusmass hjá KM-mönnum og það er jafnt 4-4. Og Arnar Birkir fer út af. Og þá var það Fannar Gretarsson með uppgjöfuna. Flott hávörn hjá HK-ingum, en býðum við, þeir fá, það er tvíslag. Tvíslag dæmt á Káa og það er þá 5-4 fyrir HK. Og hérna slæm móttaka, en þeir ná nú að bjarga þessu KM-menn. Og síðan hörku skellur í hávörnina út af. Þannig að það er jafnt 5-5. Þarna höfðu þeir heppnina með sér KM-menn. Léleg móttaka, boltinn svona rétt skreið yfir netið og þetta á að vera örugt stig fyrir HK, en þeir náðu að bjarga þessu. Föst og góð uppgjöf og þannig að sjáu. Jæja, flott hávörn hjá HK-mönnum og það er 6-5. Þannig var það Bergur Einar Dagbjörnsson með hörku hávörn. 6-5. Og ekki gekk þessi móttaka hjá Guðbergi Agli Eyjólfssyni. 7-5. Fyrsta skipti er tveggja stigamunur og Lúðvík Már Matthíasson með uppgjöfuna. Uppspilið aðeins of aftarlega og flott hávörn. Og þessi er úti. 8-5. Já. 3 stig í röð hjá HK. Og enn er það Lúðvík Már með uppgjöfuna. Dimitrov lauma boltanum yfir. Uppspilið ekki nógu gott fyrir smass og hér kemur skellur hjá HK. Andreas Hilmir Halldórsson í vegginn og niður. 9-5. Og þá taka KM-menn leikli, reyna að stöðva blæðinguna. HK-menn búin að skora 4 stig í röð. Og
Ja, á virkilega góðum skriði núna. Íslandsmeistararnir og já, hjá Káa Sævar Karl Randversson búinn að skora 2 stig. Stigahæstur þeirra, en þetta dreifist vel hjá HK-mönnum. Og það var Lúðvík Már með enn eina uppgjöfuna. Þarna náðu þeir að setja boltan í hávörnun út. Ævar Freyr Birgisson með þennan skell í hávörnunni í HK og út. Þannig að það 9-6 og Káamenn komnir með uppgjöfuna. Já, þetta gekk ekki hjá Andreas Hilmir Halldórsson með skellinn bara beint út af, náðu ekki að setja hann í vegginn fyrst, þannig að það 9-7, fljótt að gerast. Og Ingvar Guðbergsson með uppgjöfuna fyrir Káa, fín móttaka og ágætis uppspil, enda, nei, hann úti. Sýndist hann fyrst fyrir eini, en þetta var úti. 9-8. Ingvar. Þarna var misheppnað uppspil og HK-menn reyndu laumuna. Það var Felix Þór sem reyndi þarna lauma, en Ævar Freyr Birgisson sá við honum. 9-9. KM konum með 4 stig í röð. Komast þeir yfir núna? Nei, ekki aldeilis. Þetta var annar handar uppspil og glæsilegur skellur á miðjunni. 10-9. Fastur skellur en frábær vörn, en hvað? HK-ingar fá stigið 11-9. Þannig var held ég dæmt seiling. Þannig hafi seilst yfir nettið og þetta var fast en frábær vörn og KM aftur og þessi liggur inni. Það Ævar Freyr með fastan skell og hann komið með 4 stig. 11-10 og Valþór Ingi Karlsson með uppgjöfuna fyrir KA. Föst var hún, en út á 12-10. Þessi úti líka. 12-11. Þá það Ævar Freyr með uppgjöfuna. Stigahæstur KM-manna. Ekki nógu góð móttaka og þeir lenda í vandræðum HK-menn. En hafa betur þarna upp við netið. 13-11. Já. Það Andreas Hilmir Halldórsson með uppgjöfuna.
Já, boltinn fór þarna í netið og því fjórðaslag hjá Káa og það er 14-11. Búin að missa á aftur 3 stigum frá sér. Svolítið sárt eftir að hafa unnið upp 4 stiga mun og hörku hávörn hjá HK. Þarna voru þeir Fannar Gretarsson og Felix Þór Gíslason saman í hávörninni og löndu þetta niður. 15-11, aftur komin 4 stiga munur. Nei, ekki gekk þetta hjá Andreas og 15-12. Og þá var það Martin Möller, hinn hávaxni. Þessi er of langur. 16-12. Gengur svolítið erfilega hjá þau núna með uppgæðunar. Það var það Felix Þór Gíslason. Uppspilið alveg kanta á milli og HK-menn með nógan tíma í hávörninu og átu þetta frá Benedikt Rúnar Valtýsinni og 17-12. 5 stiga munur í fyrsta sinn. Og ekki veit ég hvað hann er að messa þarna yfir Lúðvíkim á Matthíasinni. En já, það er leikhlé sem Elsa Sæný Valgeirsdóttir tekur. Mikið hörkutól Elsa og eða Sæný og lætur stundum heyra í sér vel þegar hún er að skamma sína menn, en kannski ekki mikil ástæða til núna. Þeir eru með 5 stiga forystu. 17-12. Það er Arnar Birkir Björnsson sem gefur upp. Nei, reyndar Felix Þór Gíslason. Nei, skiptir ekki, en þessi skellur frá Hristian Dimitrov út af og þeir eru reynilega að stinga af núna. HK-ingar 18-12. Frábær hávörn, það var Fannar Gretarsson, þannig að einn bara í blokkinni hafði betur, en hér ná KM-menn að svara. Sýndist að vera Sævar Karl Randversson sem átti þennan skell. 18-13. Og KM-menn með skiptingu. Filip Sevsik, þjálfari, kemur inn á fyrir Valþóringa. Það er já takk, þetta var aldeilis ás hjá Hristian Dimitrov, alveg bara upp í samskeytin getur við sagt. 18-14. Þessi er aftur á móti og langur. 19-15. 19-14 segi ég. 19-14. Og Ágúst Máni Hafþórsson kemur inn á í stæðan fyrir Arnar Birkir Björnsson hjá HK. Og þarna KM betur upp við
netið og hvað dæma þeir? Nei, dæma að boltinn hafi ekki, þetta hafi ekki verið snerting í hávörninni. Þarna vildu HK-menn fá það dæmt. Bergur Einar Dagbjörnsson með hennar skell, en beint út af, segja dómararnir. Þannig að það er 19-15. Þess er úti, of löng uppgjöf. 20-15. Nú þarf eitthvað mikið að gerast hjá KM-mönnum, ætliði sér að bjarga þessari hrinu. Lúðvík Már Matthíasson með uppgjöfuna. Erfitt uppspil en frábær skellur hjá Kristján Dimitrov. 20-16. Þurfti að teygja sig þarna svolítið í boltan og erfitt fyrir hann, en náði mjög góðan skelli miðað við það. Þess að þurrka gólfið þetta í KA-heimilinu. Misheppnað uppspil og líka misheppnuð lauma. Ágúst Máni Hafþórsson reyndi að koma nú þarna yfir. 20-17. Já. Og þá er það Benedikt Valtýsson með uppgjöfuna og uppspilið ekki, móttakan ekki nógu góð hjá HK-mönnum og þetta skila sér í góðri sókn hjá KA. Og það er Ævar Freyr Birgisson sem neglir þessu niður. 4 stig komin hjá honum. Benedikt með uppgjöfuna. Já. Nú kom gott uppspil hjá HK og upp úr því líka almennilegur skellur. Bergur Einar Dagbjörnsson með hann. Og Bergur fer síðan í uppgjöfuna. Svolítið erfið móttaka, en þetta bjargaðist hjá KM-mönnum. Aftur er móttakan of föst, en vel gert hjá KM-mönnum að bjarga þessu. Ná skellinum á miðinni. 20-18. Nú við. Og Stefán Gunnar Þorstinsson kemur inn á í staðinn fyrir Berg Einar. Það er Ævar Freyr. Nei, það er ekki 20-18, það er 21-19. Svona glemti ég að telja 1 stig hjá hvoru liði, en Kristján Dimitrov með smass í hávörnina og út. 21-20. Og 21-21. KM búin að skora 6 af 7 síðustu stigum. Og átaka HK-menn aftur HK-engar aftur leikli. 21-21. Og Ævar Birgisson er komið með, hann er komið með 5 stig skoruð. Hann að fara mikinn í liði KA.
Það er Sefsik með uppgjöfuna segi ég og hér ná HK-menn að skella í hávörnina og út. Það er Felix Þór Gíslason sem gerir það 22-21. Það vantar ekki spennuna hér eftir að KM-menn tóku þennan sprett og jöfnuðu. Og Andrea Carnaroli kemur inn á og fer beint í uppgjöfuna. Já, fín móttaka hjá KM-mönnum og í kjölfari kemur þessi líka skellur. Ævar Freyr Birgisson með enn eitt stigið og þeir jafna í 22-22. Það er skipting hjá KM-mönnum. Sævar Karl Randversson fyrir út af og hvað var Valþór Ingi sem kom inn á og þessi er úti. Nei, það er Alexander Arnar Þórisson sem kom inn á og hvað, fer beint út af aftur. Já, Sævar Karl aftur inn og það er 23-22 fyrir HK og nei, Andreas með uppgjöfuna beint í netið 23-23. Marsteinn Möller fyrir út af og Vigfús Jón Bergsson kemur inn á í uppgjöfuna. Já, miðjusmass og frábær hávörn hjá KM-mönnum. En þetta er ekki búið. Og þessi er úti. Kristján Dimitrov setur hennar beint út af. Og 24-23. Eitt stig í viðbót hjá HK og þá eru Íslandsmeistararnir búin að vinna fyrstu hrinu. Ef KA tekur þetta stig þá þarf að hækka upp. Það er Felix Þór Gíslason með uppgjöfuna. Hefur heppniða með sér, boltinn slefar yfir og Dimitrov með skellinn, fín vörn hjá HK. Og hinum einn frábær hávörn og þeir vinna fyrstu hrinuna 25-23. HK með hávörninni. Það var var það Ævar Freyr sem átti hérna lokaskellinn í hávörnina. Eitthvað er þjálfari og leikmaður KA Filip Pavel Sefsik ósáttur við dómgæsluna sýndist mér en já, skemmtileg fyrsta hrina í KA heimilinu og HK vann hana 25-23 eftir talsverða sveiflur. HK náði mest 60 af fórustu áður en KA náði að jafna í 21-21 en KA komst aldrei yfir á lokakaflanum. HK-ingar á undan að skora og náðu síðan 2 stiga fórustu á réttu augnabliki 25-23.
Jæja, þá það önnur hinnan og þá það væntanlega Káa sem byrjar með uppgjöfuna og það Valþór Ingi Karlsson sem tekur hana og setur beint í netið. 1-0 fyrir HK. Þetta þeir kunni ekki að skamma sín. Það bara fagnað þarna í stað fyrir að biðjast afsökunar á þessum grís. Jæja, 2-0 látum við vera og það var Andreas Hilmir Halldórsson sem átti þessa uppgjöf. Fær nú skráðan ás fyrir þetta en flott spil hjá Káa og Kristján Dimitrov með fastan skell í hávörnina og langt út 2-1. Flott vörn hjá Káa og síðan Andreas Hilmir með segi ég Sævar Karl með skellin en HK menn bjarga þessu vel og þetta net á HK. Það nú sitt lítið á hvoru þarna sýndist mér en það Lúðvík Már Matthíasson eitthvað að tjá sig þarna. Það 2-2. Og þetta var vel gert hjá HK. Fannar Gretarsson fann þarna glufu á hávörninni. 3-2. Först uppgjöf en ágætis móttaka og Káamenn koma þessu yfir en þannig var ég nú búinn að sjá bara úti og flott hávörn hjá HK-mönnum. Fannar Gretarsson upp í smasið á miðinni en HK-menn fasti fyrir í hávörninni og jafnaði þetta í 3-3. Og það var Martin Möller með uppgjöfuna. Beint í netið. 4-3 fyrir HK. Og það Fannar Gretarsson sem fer í uppgjöfuna. Þvílíkur skellur og það var Kristján Dimitrov. Hann komið með 5 stig. 4 skellir hjá honum í gólfið. Það 4-4. Jafnt á öllum tölum hér. Hvað Lúðvík Már alltaf að velta fyrir sér dómgæslunni?
Já, föst uppgjöf hér og erfitt með móttökuna. Felix Þór Gíslason náði ekki að taka á móti þessu og Dimitrov er þá aftur í uppgjöfuna og setur þetta beint í netið. 5-5. Þá var það Lúðvík Már. Fínu uppgjöf, boltinn datt hana niður yfir netið og KM ekki alveg á tánum. Sex, 5. Já, býðu nú við. Hvað þetta hefur seilingu á KM og sjö, 5. Það er bara að bjarga þessu yfir og gera það heldur betur. Dimitrov, hann ætlaði nú alltaf að trúa þessu sjálfur. Hávörnin hjá HK klikkaði eitthvað þarna og 7-6. Þá er það Sævar Karl Randversson með uppgjöfuna og þessi er úti. Já. Hann er Felix Þór. Bergur Einar segi með uppgjöfuna. Og þarna kom skellur. Arnar Birkir Björnsson kemur þarna á kantinum. Nei, ekki var Arnar Birkir, þetta var Felix Þór Gíslason. En KM svara hér og hvað er þessi úti? Já. Og ég fór netið og það er 10-6. Og 11-6 aftur. Og KM taka leikli. Fengu dæmt á sig þarna tvísvar í röð í sókninni KM. Náði bæði skiptin að koma boltanum í gólfi á HK-ingum en í tvígang dæmt á þá. Í annars skipti fyrir net og hvað hitt fyrir línu sýndist mér. Fimm stiga munur, 11-6 og KM í vandræðum hér með móttökuna og skellunum frá Dimitrov beint í netið. 12-6. Og já, þetta er nú bara 60 í röð hjá HK. Og hér kemur 7. stigið. Léleg móttaka hjá KM-önum og það skila sér í þessu 13-6.
Æja, þar kom að því að mistækist uppgjöf hjá HK. Það var Bergur Einar Dagbjörnsson með þessa uppgjöf. Þá er það Ingvar Guðbergsson. Ágætis móttaka hjá HK-mönnum og þeir ná uppsókninni en KA fær stigið. 13-8. Og slæm móttaka og þá er Martin Möller mættur hérna eins og var í upphafi leiks. Auðvelt stig hjá honum. Bara in your face. 13-9. Og Elsa Sæni, hún drífur bara í að taka leikhlé. Komin 3 stig KA-manna í röð. Hún ákveður bara að stoppa þetta strax. Ekki að hleypa þeim á skrið eins og gerðist í fyrstu hrínu þegar KA-menn unnu upp 5 stiga mun. Bara á einu rönni. Benedikt með uppgjöfuna. Já, fín móttaka og glæsileg hávörn hjá KA-mönnum. Og það er náttúrulega, þeir eru með Martin Möller þarna, þetta er, já, mér sýnist ríflega 2 metra maður. Það er að setja hann í gólfið. Erfitt hjá KA-mönnum, já, nú geta HK-menn byggt upp svo, gera það á miðjunni og þetta frekar auðvelt stig. Það er Ágúst Máni Hafþórsson setti þennan í gólfið og fer síðan út af og inn á kemur Andrea Carnaroli í uppgjöfuna. 14-10. Já, ágætis móttaka og síðan Ævar Freyr með skellin en HK-menn á að verja þetta og þeir vinna síðan stigið. Já. Fannar Gretarsson sýndist mér sem setti þennan 15-10. Já, KA-menn ná að halda þessu lífandi og þessi skellur er bara úti frá Andreas Hilmi. 15-11. Flott skorpa sem endar með stigi KA-manna og eina ferðin en er það Martin Möller í hávörninni. Þetta er 3. stigi sem hann vinnur í hávörn fyrir KA og 15-12. Nei, þetta var ekki nóg vel gert hjá Martini og HK fær stigið 16-12.
Þetta rosalega öflugir saman hana í blokkinni. Marteinn og Kristján Dimitrov. En það Máni Matthíasson með uppgjöfuna fyrir HK. Og ég veit ekki alveg hvað Ingvar Guðbergsson var að gera þarna. Var mættur en misti boltan einhvern veginn milli handana. Aftur að Máni. Rosa skellur hjá Dimitrov og HK-menn ráða ekki við þetta. 17-13. Og þá Ævar Freyr með uppgjöfuna. Fín móttaka og þessi bara úti. Felix Þór Gíslason ekki að hitta völlin. 17-14. Og þá kemur Magnús Ingvi Kristjánsson inn á. Felix út af. Ævar með uppgjöfuna. Nei, þessi skellur misheppnaður hjá Sævari Karli. Beint út af. 18-14. Erfitt fyrir Martin Möller þarna, uppspilið ekki nógu gott og Fannar Gretarsson fín í hávörninni á HK. Einn á mót honum og setti þetta niður. 19-14. Glæsileg vörn hjá HK-mönnum og þessi úti. Aftur setur Sævar Karl boltan út af. 20-14. Og Sævar fer og svona aðeins að hreinsa kollinn og inn á kemur Vigfús Jónbergsson í hans stað. Þessi uppgjöf beint í netið. Sóun. 20-15. Nei, 20-14 reyndar. Nei, 20-15. 20-15 það. Það rétt. Og Fannar Gretarsson búinn að reyma þveng sinn. Þessi úti. KA á stíið 20-16. Ætlaði að taka aftur sprett eins og áðan. Þeir voru undir 20-15 í fyrstu hrínu og jöfnuði í 21-21. Það var Martin Möller með uppgjöfuna og þetta var misheppnað hjá HK. Veit ekki almennilega hvað Bergur Einar var að gera þarna en 20-16. Og það skipting hjá KA-mönnum. Já, talsverður stærðarmunur á þessum köpum. Ingvar Guðbergsson kemur inn á í staðinn fyrir Martin Möller.
og fyrir í uppgjöfuna. Nei, ekki gekk þetta hjá honum og þeir skipta aftur. Marteinn kemur inn á. Tuttugu og 1-16 ætti að vera þá. Eða 21-17, já. Við. Já, það er einhver reikistefna þarna. Komir rétt, 21-17. Og þessi var inni. 21-18, náði hann að klóra í boltan. Og þá kemur Filip Ševčík, þjálfari KM-manna inn á. 21-18. Og 22-18 snerting þarna. Og Ólafur Arason með uppgjöfuna. Þessi er úti. KM vilja fá snertingu. Ekki segir dómarinn. Og 23-18. Glæsileg lauma. Þjálfarinn Filip Pavel Ševčík. Lúmskur þarna. Og það var engin hákámaður sem áttaði sig á þessu. Boltinn beint í gólfið. En misheppnuð uppgjöf. 24-19. Og nú vantar hákámaðins 1 stig til að klára aðra hrinna. Og það er Bergur Einar Dagbjörnsson með uppgjöfuna. Já, ekki kláraðist hún þar hrinnan. Ævar Freyr Birgisson með þennan líka skellin. 7. stigið hans. Nei, þessi uppgjöf beint í netið. Og þar með klárast önnur hinnan. 24-20. Nei, 25-20 segi ég. 25-20 og 25-23, 25-20. Þessar tvær hinnur. En já, það var tekið talsverðan tíma. Hún var nú sínu lengri þó fyrsta hrinnan. 32 mínútur. Önnur hrinnan tók 23 mínútur. Nú Hristof Dimitrov er stigahæstur hjá KM-manum með 9 stig. En Ævar Freyr Birgisson hefur skorað 7 stig. Ég hef nú reyndar takmarkaða trú á tölfræðinni sem að ég fæ hérna yfir HK-liðið. Það er eins og sé ekki fylgst jafnvel með því. En þar eru þeir sagðir stigahæstir. Já, þar er fyrir liðin Lúðvík Már Matthíasson sagður stigahæstur með 4 stig. Ég held nú að það sé einhver komið með fleiri en það í HK-liðinu. En þetta lítur vel út hjá Íslandsmeisturunum.
búin að vinna tvær fyrstu hrinnar 25-23 og 25-20 og það á útivelli gegn bikarmeisturunum. Nú að döða að drepast fyrir KM-menn. Búin að tapa tveimur fyrstu hrinnunum naumlega og það HK sem byrjar. Andrea Carnaroli. Þessi úti. Búið að vera talsvert margar misheppnaðar uppgjafir. En þetta nú reyndar erfiðar en það sýnist að gefa almennilega upp í blaki. Frábært spil hjá HK-ingum og Andreas Hilmir Halldórsson neglið þennan í gólfið, 4. stigið komið hjá honum samkvæmt tölfræðinni. 3. skellurinn hans í gólfið. 1-1. Hann fer síðan í uppgjöfuna. Þetta var snirtilega gert hjá Lúðvíki Má Matthíasinni. Fyrirliðanum sá þarna að það var hreinlega enginn á stóru svæði þarna hjá KM-mönnum og laumaði boltanum í hornið. En þetta er misheppnuð uppgjöf hjá Andreas og 2-2. Og þá er það Martin Möller. Beint í netið. Matthías er rosalega ógn upp við netið og gríðarsterkur í hávörninni. En fingurslagið ekkert sérstakt og síðan uppgjöðunar þarf aðeins að bæta sig í þeim en ná að bjarga þessu KM en hér kemur hávörnin sterkinn hjá HK og sýndist að vera Fannar Gretarsson sem var sterkur þarna í hávörninni. 4-2 og misheppnuð móttaka og þetta er auðvelt fyrir Lúðvík Má. Þetta er alveg það versta sem kemur fyrir menn í blakinu. Svona misheppnuð móttaka sem fer rétt yfir netið tilbaka og þarna misreiknaði sig KM og þetta er ás. Og það var Magnús Ingi Kristjánsson með þennan ás og hér kemur önnur uppgjöf frá honum. KM eru í tómubasli þessa stundina og þetta er bara auðvelt hjá HK-mönnum. Andreas Hilmir með þetta stig
og staðan er orðin, já, hvað, 6-2? Nei, 7-2. En þarna kom loks almennilegu skellur hjá Káa, Kristján Dimitrov, og hann er komið með 10 stig og fer núna í uppgjöfuna 7-3. Og frábær lauma fyrir liðin Lúðvík Már Matthíasson. Sá það út undan sér að það kom enginn á mót honum og það var enginn Káamaður sem áttaði sig á þessu. Nei, þessu uppgjöf beint í netið hjá Fannari Gretasinni. Klaufaskapur. 8-4. Og það var að tvisturinn hinum megin, Vigfús Jón Bergsson. Fín hávörn. Uppspilið ekki alveg nógu gott hjá HK-ingum og hávörnin góð hjá Káa. Og sýndist að vera Benedikt Rúnar sem varði þetta. Og þessi er inni. Það er HK sem fær stigið. Og móttakan ekki nógu góð en síðan voru þeir sterkir í blokkinni. Káamenn. Og já, unnu þarna bara eiginlega keppni í því að ýta boltanum. 9-6. En þetta var vel spilað hjá HK og Bergur Einar Dagbjörnsson, kantspilari með fínan skell, fer síðan í uppgjöfuna. Þetta var skynsamlega gert hjá Ævari Frey Birgisinni. Mjög vel gert. 10-7. Og er þetta snerting? Jú, þetta er snerting. Það er Káa sem á stíið. Það var Kristján Dimitrov með skellinn. Og ekki gekk þetta hjá Pavel, eða Filip Pavel Sevcik, þjálfara. 11-8. Og misheppnuð móttaka hjá Káamönnum og síðan seildust þeir yfir netið. Já. Það þýðir ekkert að mótmæla þessu, þetta var seiling. 12-8 og já, Káamenn hafa nánast ekkert verið í forystu allan leikinn. En þessu uppgjöf beint í netið. 12-9. Og Carnaroli sem setti þessu uppgjöf í netið. 3 stiga forysta HK. Bíðum við. Já, allt í lagi. Getum við haldið áfram. Ævar Freyr Birgisson með uppgjöfuna fyrir Káa.
og já, ekki var nú fegurðin yfir þessu en Fannar Gretarsson náði að skora 13-9. Það er svolítið fyndið að þessi tvö félög, þannig eru handknattleiksfélag Kópavogs og móti knattspyrnufélagi Akureyrar. Liðið mætast í blaki. En það er svo sem Hafnarfjarðar stórveldið annað heitir náttúrulega Fimmleikafélag Hafnarfjarðar og þekkt fyrir flest allt annað en fimmleika nú orðið. Tvíslag. Já. Þannig að HK-menn fá stigið 14-9. Hætt við því að, já, þarna eru þeir sammála mér, held ég, KM-menn aðstoðarþjálfarinn Kristinn Björn Haraldsson tekur leikhlé. Ég ætlaði með þetta að segja að ef HK-menn ná að slíta sig en betur frá núna þá var hætt við að þeir gefist bara upp og mér sýnist Kristinn Björn vera sammála mér ætla að koma í veg fyrir það með því að taka núna leikhlé, brýna sína menn aðeins, titta á það. Móttakan ekki nógu góð hjá KM og þá lenda menn í tómubasli eins og við sjáum og Marteinn Möller setur boltan yfir en það er Magnús Ingvi Kristjánsson sem svarar hér með hörkuskelli og staðan þá orðin 15-9. Já, og þarna mætir blokkin. Kristóf Dimitrov með skellin en hávörnin sterk hjá HK Fannar Gretarsson. Þannig að aðalmaðurinn í þessari blokk. Þessi er úti. 16-10. En það er spurning hvort KM-menn hafi yfirleitt næga trú núna til þess að komast á flug. Marteinn. Á fín hávörn en HK-menn á að bjarga þessu og Dimitrov en fín vörn aftur hjá HK og síðan skellur úr afturlínu en þessi er já, bara út af. Andreas Hilmir með þennan skell. 16-11 og Marteinn þá aftur með uppgjöfuna. Já, misheppnuð móttaka algjörlega hjá Bergi Einari og Marteinn komið með 3 stig í röð hérna í uppgjöf. 16-12. Nei. Fastur skellur frá Magnús Ingva Kristjánsinni og 17-12. Magnús fer síðan í uppgjöfuna. Það eru KM-menn sem eiga þetta stig.
17-13. Og Kristján Dimitrov flott vörn hjá honum, góður skellur og Kristján síðan upp, en það eru fjóra snertingaboltinn fór þarna í netið, ekki í hávörnina, og HK á stíð. Átján 13. Nei, Fannar Gretarsson með uppgjöfuna beint í netið. Og þá var það Vigfús Jón Bergsson. Uppgjöfuna fyrir Káa. Andreas setur þennan beint í netið. Já, 18-15. Ætla Káa menn að taka sprett hér. Flott lauma hjá Bergi Einari Dagbjartsyni. 5. stíðan segir tölfræðin, ég trúi því nú ekki, hann hlýtur með fleiri stíð en það. Búinn að vera einn bestu mönnum HK. Þá Andreas, nei, ekki var það Andreas, heldur var það Lúðvík Már sem setti þennan í netið. 19-16. Máni, en vel gert þarna hjá HK-mönnum og Andreas Hilmir með skellinn, en virkilega gott uppspil með við hvað móttakan var tæp, og hér eru þeir sterkari upp við netið, HK-menn, og gult spjald síðan á Filip Ševčík, þjálfara og leikmann Káa, sparkaði þarna boltanum í einhverju gyðilsku. Hann fær áminningu. Önnur svona og þá er spjaldið rautt. Tuttugeitt 16. Og þessi er úti. 22-16. Nú að segja eins og að þessi leikur hefur valdið mér svolítið vonbrigðum með hvað þetta eru góð lið, og þetta er stegið þarna á línu í uppgjöfinni, hárrétt dómgæsla. Bergur Einar stegið þarna á línu, 22-17, og þá er það Sævar Karl Randversson með uppgjöfuna fyrir Káa. En HK-menn með Andrea Carnaroli hérna í stuttasmassinu, eða miðjusmassinu, og 23-17. Aðeins 2 stig í viðbót núna, og Andrea, já, nú gengur uppgjöfun upp hjá honum, og hörku hávörn, en KM halda þessu ligandi, og aftur er blokkin mætt hjá HK. Lemja þetta í gólfið, 24-17. Og nú geta þeir treytt sér sigur í leiknum.
Andrea, nei, þessi úti. Það hafa ekki margar uppgjafir tekist hjá honum í kvöld. 24-18. Og þá það Ævar Freyr Birgisson. Já, ágætis uppgjöf. En snirtilega gert hjá HK og KM ná að bjarga. En hér kemur sigurstigið og það var Andreas Hilmir Halldórsson sem átti þennan skell í hávörnuna út. 25-18. HK vinnur hér í þremur hinum. 25-23, 25-20 og 25-18. Munurinn jókst í hverri hrinu og já, lokastaðan í þessum leik 3-0 fyrir HK sem já, og þetta passar. Það eru munurinn jókst og hrinurnar styttust. Fyrsta hrinan tók 32 mínútur, önnur hrinan 23 mínútur og þriðja hrinan 20 mínútur var styst. En HK vann sem sé 3-0, 25-23, 25-20 og 25-18 og við förum þá að segja þessari útsendingu úr KA heimilinu á Akureyri lokið. Þökkum fyrir okkur og já, kannski rétt að athuga áður hvort við sjáum ekki hvernig leikurinn endaði hinn hjá Aftureldingu og skulum sjá að Afturelding og á morgun sínum við Stjörnuna og Aftureldingu í Nýsvonadeild kvenna, en Afturelding vann Þrótt 3-1 eftir að hafa lent undir 1-0. Þannig að það voru úrslitin í leikjónum í kvöld. HK vann KA 3-0, Afturelding vann Þrótt 3-1, en klukkan 2 á morgun sínum við í beinni útsendingu leik Stjörnunar og Aftureldingar í blaki kvenna. Takk fyrir okkur hér í kvöld, verið sæl.